alltaf. Martin, tap fyrir Frökkunum í dag en tilfinningin kannski dálítið öðruvísi en í gær. Já, hún öðruvísi en þetta alltaf grautfúlt og hundleiðilegt að tapa leikjum og sérstaklega svona stórt. Það ekki gaman að tapa með 30 stigum 3 leiki í röð sko. Þetta brýtur mann alltaf smá niður en við verðum að halda áfram. Svona baráttan og þessi geðveiki sem hefur svolítið verið talað kom svolítið upp í dag. Hvað þurftu þið að gera á þessu sólarhring til að ná henni upp? Heyrðu, það var bara allt reynt. Nudd og ísböð og nóg af vatni og hollur matur og svo framvegis. En ég viðurkenni alveg, það var erfitt að gera sig upp í morgun. Maður vaknaði vel styrður og það var alveg smá þreyt í manni. En þegar maður kominn inn á völlinn þá einhvern veginn gleymir maður öllu og adrenalín tekur við og með þennan stuðning í stúkunni þá fann maður ekki fyrir neinu sko. Frábær fyrri hálfleikur hjá okkur, hvað finnst þið síðan gerast í leiknum? Það er svo segið, við vorum bara drullu góðir í fyrri hálfleik. Mér fannst við bara á pari við Frakkana og það er gaman að sjá að við getum þetta, skilur við. Eins og, þú veist, aftur kemur þetta góður fyrri hálfleikur eins og fyrstu 3 leikina en svo er þetta bara svo erfitt þegar þeir kasta honum inn í teig og stóri maður tekur eina hreyfingu og skorar og ekki einn heldur eru með 4 sem að geta gert það og þegar við förum að tvíteka þá kasta hann út og bakverðin að hitta alltaf. Þannig að þetta er bara drullu erfitt að eiga við þetta lið og þeir voru bara góðir í dag og hittu vel og svo þegar maður er búinn að missa svona langt fram hjá sér þá er þetta bara svona lið sem að, eflist við það og þeir eru ekkert að fara að missa þetta niður sko. En það eru 2 leikir eftir og við ætlum að gefa allt í það sem við eigum og vonandi kemur eitthvað jákvætt út af því. Sviðið er stórt hérna úti og það er náttúrulega öll íslenska þjóðin að fylgjast með það. Það fór á stað sjálfsögðu gagnrýni eftir leikinn í gær eftir frammistöðuna þar. Er það eitthvað sem að fær á menn hérna úti? Nei, það er bara gaman að við séum komnir á þetta plan að fólk sé byrja að gera kröfur til okkar. Maður man þetta fyrir nokkrum árum, það var bara sigur en við töpuðum með minna en 30 skilur. Þannig að það er gaman að fólk sé að setja kröfur og bara eðlilegt að það sé í gangi og það þýðir bara að við erum góða körfuboltamenn og fólk krefst miklu meira á okkur og við auðvitað viljum gera miklu betur en það er eitthvað sem þarf að laga og við þurfum bara að skoða það vel í kvöld og á morgun og vonandi getum við stríkt slóðunum aðeins. Goran Dragic og félagar á þriðjudaginn, hlakkaði ekki bara til að mæta þeim? Jú, hlakka mjög mikið til. Það er náttúrulega ekki þessi sama ógnin í teig þar eins og þessi 3 lið sem við erum búin að spila við þessi fyrstu 3 leiki eru með. Þannig að það kannski verður aðeins öðruvísi fyrir okkur. En þeir eru náttúrulega með hörkulið og við þurfum að dekka Dragic vel. Hann er búin að eiga rosalega fyrstu 2 leiki allavega.